Það má með sanni segja að við séum eiginlega komin á enda veraldar. Við erum komin í Fljótin í Skagafirði og hér fyrir aftan mig eru bakkarnir. Sumir segja bakkabræður séu einmitt héðan. En túrisminn nær í Fljótin og nú þar sem einu sinni bjó níræðumaður og byggði sér höll hér við hliðina á mér er komið gistiheimilið Gimbur. Ég ætla að banka þar upp á. Je vais avec les autres. Le temps passe plus mal que bien. C'est comme Já, við erum komin hér á bakkana í Fljótum og mér er sagt að þetta sé jörð bakkabræðra. Er það rétt? Já, svo segir Jón Árnason í þjóðsögunum og ekki trúi ég annað en hann fari rétt með. Já, en það er engin bakkabræðra bragur á rekstrinum hér á þessu fína gistiheimili. Það er eitthvað annað. Það er einhver aðrir að segja til það. Já, miðað við umsagnir á netinu þá er þið að fá flotta umsögn og þetta er svona einhvern veginn maður upplifir að maður sé komin á hjara veraldar. En það er kannski akkur það sem fólk er að sækjast eftir. Eða hvað? Já, ég myndi alltaf það. Og það er bara, þetta er sem hefur inn til fólk sem hefur komið. Já, líkur sækir líkan heim kannski bara. Já. En hvernig kom þessi hugmynd til að gera gistiheimili hér? Hvort ykkar átti hana nú? Þú átti nú hana. Já, hún hefur bara verið að gerjast. Við höfum náttúrulega verið með annan fótinn hérna í, 35 ár. Já, ég í 35 ár. Og af hverju ertu búin að vera með annan fótinn hérna eða þig? Sko, pabbi keypti þessa jörð 1980 og var hérna með fiskeldi, Fljótalags og hérna það gekk í einhver tíma en svo gekk það ekki lengur. Og við ákváðum að halda jörðinni, það var eitthvað sem að gera það, við vildum halda tengslunum og hann bjó hérna í Fljótunum líka, pabbi. Og svo höfum við verið hérna alltaf með annan fótinn. Á sumrin. Já, og þegar gamli maðurinn, Jóhannes Runólfsson, sem byggði þetta hús og bjó hér, að þegar hann fór að tala að hann vildi flytja og fara í burtu. Þá orðin hvað? Þá orðin 91 árs gamall og það var nú bara í haust, síðustu haust. Og þá svona fór þessi hugmynd á flug. Þegar hann fór að tala það sem var svona þó nokkuð áður, kannski ári áður heldur en hann fór, þá var hann byrjaði svona að undirbúa sig. Ég verði eiginlega að fá svolítið þessa sögu að svona fullorðinn maður byggi hús hér á þessum stað, svona hátt, stórt, reisulegt og búi hérna einn, það er mjög sérstakt. Já, en þetta var hans draumur og hann vildi láta draumur sinn rætast, fékk tækifæri til þess þegar hann seldi föður mínum jörðina. Og fór hann þá að byggja þetta? Þá fór hann að byggja þetta hús og þetta var alla tíð hans draumur og kom ekkert annað til greina en að láta draumur rætast sem hann gerði, svo bjó hann hér einn með hundinn sinn, hann að Loppu, í ansi mörg ár sko. Og spilaði á píanóið? Og spilaði hér á píanóið og það ómaði yfir lækinn og samdi heilmikið af lögum. Og hérna það ómaði yfir lækinn á sumarkvöldum, það var ekkert leiðilegt. Nei, ég skal trúa því. Og það var gefið diskur. Já. Með lögunum að sjá. Og hún heitir Höllin mín og það er mynd af þessu húsi þar. Já, þetta er svo sannarlega. Já, þetta var höllin sko, höllin að sjóa. Já, og þegar maður keyrir hérna og sér svo þessa höll hérna út við hafið, ysta hafa, þá er einhvern veginn eins og þetta, maður sé bara ekki í raunveruleikanum. Nei, fólk segir það einmitt. Já. En hér er pláss fyrir hvað marga gesti? Við höfum leyfi fyrir 12. Já. Og það er í 5 svefnherbergjum. Svo náttúrulega líka hérna hægt að nýta efri hæðina heilmikið. Já, útsýni hér er náttúrulega engu líkt. Fljótin eru falleg. Fljótin eru falleg og bakkarnir líka. Já, bakkarnir líka. En það þótti nú ekkert að fínt að búa á bökkunum. Nei, ekki allavega sko, mitt fólk var fljótafólk og því fannst þetta skildi aldrei alveg, fannst mér hvað ég var spennt fyrir bökkunum sko. Nei.
En þessi saga af Bakkabræðrum, búandi hér, var það eitthvað sem að þú þekkti mjög vel? Ég heyrði það, ég veit að pabbi talaði ekkert það en hann hafði það ekkert mikið í flimtingum. Nei. Þetta var ekki eitthvað sem flótamenn vildu tengja sig við. Nei. Það var svona freka viðkvæmt. Þeim finnst að búa skrítið að við skulum vera svona stolt af því að vera hér á þeirra svæði og vera jafnvel afkomandi þeim finnst það ekki vera neitt sem er hefur reykja sér af. Sko. En þeir hafa ekki verið svo vitleysir því að hér er ótrúlega fallegt og gott að búa og fullt af heitu vatni. Þið eru bara búin að gera hér smá hólu ofan í jörðinu og það alveg bullar upp heita vatni. Já, það var alltaf heitt vatn hérna sjálfrennandi úr hólnum. Hann er á náttúruminjaskrá þessu hól. Hann er mjög sérstakur og hann framleiðir alveg gríðarlega mikið af heitu vatni. Og það var alltaf hitað upp húsið sem stóð hér áður, það var alltaf hitað upp með vatni úr hólnum. En svo boraði pabbi eftir meira heitu vatni fyrir fiskeldið og einhver tíma, nokkrum árum seinna, þá bilaði dælan í borhólunni en það bara minnkaði ekkert vatnsrennslið og hefur verið alveg fullandi vatn. Það þvílíkir landkostir þetta með. En þessi nálægð við sjóinn og svo nálægð við fjöllin líka er að gera þetta sérstakri náttúruperlu. Já. Það er sem okkur finnst sjálfmennandi við þennan stað. Já, að það er bæði fjöll og sjór. Fjöll og sjór. Já. Finnið þið fyrir því að þetta sé eftirsóknarvert? Er það sem fólki er að leita að þegar það kemur hérna? Já, þau tala alltaf það er þessi kyrrð og þetta er líka bara svona það er ekki neitt annað hérna sem að trufla. Nei. Það er náttúrulega líka dýralífi, það er gríðarlega mikið fuglalífi hérna. Við fengum ljósmyndar í vor sem að var að mynda og hann, man ekki hvað sann, 26 tegundir á einu degi. Já. Hann fannst það rosalega mikið sko. Já, hann kæmist í feitt þar. Já. Og þú þarft ekki að labba nema 5 mínútur frá húsinu. Þá ertu komin algjörlega í frið og ró, hvort heldur er niður við sjóinn. Þar sem að enginn sér til eða þú ert bara einn í heiminum og líka bara hérna upp í dal sko. Þú ert 10 mínútur korter að labba og þá ertu bara alveg út af fyrir þig. Er eitthvað að tóu hérna í kring? Hún er mjög mikið að vesenast kringum okkur. Hún er ekki vinsæl. Já, nei. En túristunum finnst þú spennandi og við eigum nú í svolítið svona okkur finnst þú voðalega krúttleg þegar hún kemur hérna labbandi og gaggar hérna að okkur sko, þá finnst okkur nú voðalega sæt og krúttleg sko, en svo vitum við að hún er alveg hræðileg fyrir æðavarpið sem er hérna allt í kringum okkur. Það er þessi gríðarlega stóru æðavörp hérna út í Haganessi og út á Hraunum og svo virðist okkur sem kollurnar komi hingað í æti, það er hérna svo mikið þari hér fyrir neðan með ungana. Og þá bara situr tófan hérna og í fyrra þá flutt greni sitt hérna niður að sjó, bara hér beint fyrir neðan til þess og það vill maður ekki, maður vill ekki. En þið nefnið þessa kyrrð og ró, en það er líka í raun og veru nóg hægt að finna sér að gera hérna í Fljótunum. Maður getur náttúrulega að fara í sund, flottu sundlaugin á Sólgörðum. Já, út að borða í Lónkoti, þannig að aldrei flottu veitingastæði þar. Og svo erum við hálftíma frá Siglufirði. Með öllu því sem þar er. Þannig að það er alveg nóg að vera hérna þannig við að vera. Já, svo er hérna hestalegur hérna í kringum okkur, svo eru hérna krakkarnir og svo eru krakkarnir á Brúnastöðum með svona vísið dýragarði, alveg ofsalega skemmtilegt hjá. Já. En samt er þetta svolítið ósnortin náttúra, maður er ekki að fælast hér innan mjög mikið á túristum. Nei, og það er það sem að fólk líka, útlendingarnir tala sko, þeir eru svo hrifnir af þessari ósnortnu náttúru og nála við sjóinn og nála við fjöllin. Þið ætla að hafa bara, þið eru komið til að vera, og þið er það ekki, þið ekki bara flutt? Já, við erum bara flutt eiginlega. Já, maður segja það. Já, og við erum svona fann að stíga svolítið meira í þennan fót heldur en fyrir sunnan sko. Já, þið komið úr Reykjavík. Já. Og þannig að þeir sem myndu vilja koma eru bara velkomnir í vetur þessum. Já, og þetta er tilvalið fyrir svona eins og fyrirtæki sem að vilja hrista saman starfsmannahóp og annað. Þetta er fín fundaraðstaða hérna uppi. Já. Og svo náttúrulega heitipotturinn og útivistinn og svo er hægt að sleppa fólki að beit bara í berja líkið er ekki. Segðu. Og veturinn að skíða. Já, mikið göngu skíði náttúrulega hérna á veturnar.
dásamlegt að labba hér á skíðum. Það fyrir snjósluða menni þetta náttúrulega örugglega líka. Já, þannig að það alveg nóg hægt að gera hér. Þetta svona falin perla. Við erum kannski pína að leyfa fólkinu að kíkja inn í eina af þessum fallegu földu perlum sem við eigum. Já. Bara gangi ykkur sem allra best. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk.